Segjum ykkur næst frá því að okurpíndir Íslendingar hafa sent inn 1220 tilkynningar á okursíðu Dr. Gunna. Í tilefni eins árs afmælis síðunnar birtir doktorinn topp 10 lista yfir vondu og góðu gæjana í okurmálum, eins og Guðný Helga orðar það og heldur áfram með þessa frétt. Þau fyrirtæki sem verma lista góðu gæjana eru til að mynda veitingastæðurinn Santa Maria sem selur ekkert yfir 1000 krónum, Lyfjaver sem ódýrasta apótek landsins og Dússabar í Borgarnesi sem hefur ekki hækkað matseðilinn frá því í fyrra. Söluturnin Hraunberg var einnig prik fyrir að selja ódýrasta tóbakið og IKEA þar sem hægt að bjóða allri fjölskyldun út að borða á undir 2000 krónum. Bónus í 10. sæti listans fyrir að vera skástir og óskað eftir aukinni samkeppni í matvælin. 10, 11 og aðrar klukkubúðir eins og þeir eru nefndar eru í efsta sæti yfir lista vondugæjana. Lyfja og Lyf og Heilsa fylgja þar fast á eftir. Bíkó og Húsasmiðjan eru í 3. sæti listans en glaðstir mjög yfir komu Bauhaus til landsins. Í 4. sætinu Icelandair og segir Dr. Gunni að flugfélagin hér á landi hafi fólk á eistónum með vilji til að sleppa stund af skerinu. Þá fólki einnig bent á að taka með sér nesti í Leifsstöð. Sambíóin eru á listanum en fólki bent á kreppubíó Regnbogans eða hreinlega poppa í potti og horfa á gamla spólu heima fyrir. Við erum komin hér með í settið hann Gunnar Lárus Hjálmarsson, þetta þettu sem Dr. Gunni. Okursíðan þín, Gunnar, eins árs. Já, það 1 ár frá þessum sögulega atburði þegar ég keypti litla kóka á 350 kall á matsölustað og var svo móðgaður að ég byrjaði með þessa síðu. Já. Og hún hefur bara slegið í gegn, má segja. Það stöðugur straumur af fúlum Íslendingum sem að senda inn okurdæmi. Og hvað hefur fengið mörg dæmi gegn á þessum tíma? Sko, það sem ég birt eru á þessu eina ári 1220 sem þá 4 dag cirka. Já. Hvað svona lærdóm dregur að þessu? Ég veit það ekki, bara að við höfum frekar, kannski skýtt en svona, við erum ekki sambærileg við kannski margar aðrar þjóðir í svona bara daglegu lífsmunstri og þeim möguleikum sem við höfum til að kaupa í matinn. Úrval lélegt, verð allt og dýrt, þjónusta léleg og bara, já, við erum bara, þó við höfum náttúrulega mjög gott sko, þá erum við samt einhvern veginn ekki alveg að... En það lýsir kannski einhverju svona hugarfari, það náttúrulega spurning kannski, hvort að þetta okkur sem það sér alls þar, lýsir kannski ekki einhverju... Já, það náttúrulega bara gamla Íslanda, við erum hérna, þrælslundin mikil og við erum virðingu fyrir almúgin ber virðingu fyrir stjórnvöldum og svona þeim sem eiga pening. Já. Og svo líka bara almennt tillitsleysi í samfélaginu. Gefur ekki stefnuljós, stoppar ekki á gangbraut. Sjáum þetta bara í umferðinni og það þetta svona þessi skortur á, kannski getum við sagt, svona hátíðlega samfélagslegri ábyrgð. Það svona bara hver og einn fyrir sig, einhvern veginn. Það heiti félagsauður. Ég reyndar í næsta þætti ætla ég að fjalla könnun sem var gerð hérna hjá Capacent sem mælir þetta ansi vel og þetta merkilega niðurstöðu sem ég ætla að kynna í næsta þætti þessum sýnir að við erum svona félagslega erum við dálítið baka Íslendingar. En gildismat okkar neikvætt miðað við margar aðrar þjóðir, sko. Þetta mælt þarna. En við ætlum að kynna okkur hérna niðurstöðunar. Ætlum að nefna einhver nöfn, eru ekki bara... Ekki gera bara, hella okkur í það. Hverjir eru vondugæðinir? Vondugæðinir? Það eru, 10, 11, þeir hafa oftast verið nefndir sem okursjoppa, en þeir reyndar opnið allan sólarhringinn. Já. Geta vantarlega haft það sér til málsbóta. Þú segir ekki koma þér í þá aðstöðu að þurfa að versla í þessum búðum. Einmitt. Bara vera búin að gera einhverjum áður maður endir í því. Númer 2. Ég meina, maður kannski fer eftir mjólk eitthvað sliðis. Bara hafa það. Lyfja og Lyf og Heilsa og fleiri svona apótek. Ég ákvæði því að þú getur farið í ódýrari apótek sem hafa margoft komið vel út úr könnunum. Lyfjaver einna best. Svo eru Bíkó og Húsasmiðjan. Númer 3, já. Frekar lélegar. Með upp á verð, allan hef ég fengið mikið af svona dæmum þaðan. Og það eru möguleikar í staðinn að fara í minni búðir eins og Múrbúðina og Vörulagerinn. Svo náttúrulega Bauhaus. Það var náttúrulega allt æðislegt.
væntanlega. Já. 4. Icelandair, já, þeir eru náttúrulega í einangrunarstöðu, þannig að það er kannski ekkert margir möguleikar í staðinn. Nei, og það þarf ekkert að vera ódýrar að fara með Iceland Express, heldur. Ekkert endilega, sko, og þú ert líka oft að fljúga í einhverja svona útkjálka flugvelli og þetta eyða stórfé í leigubíl í bæinn. Aha. Leifsstöð, það er mikill misskilningur að það sé eitthvað hagstætt að versla, ekki nema bara sígarettur og bús. Já. Apple á Íslandi, það er náttúrulega bara þitt val að versla það. Láta ykkur kaupa verið í útlöndum, er þín ábyrgð? Jú. Krónan, þeir náttúrulega komu hér inn á miklu gasi og var stórkostleg samkeppni hér sem varði held ég í eina viku og þá var aðalega slegist hvað ein mjólk myndi kosta. Já. Fór niður í 0 krónur. Já, jú. En síðan hefur þessi meinta samkeppni liðið undir lok og núna er krónan ekki svo lágur í verslun sem hún gerist út fyrir að vera. Nei. Og svo þessar kaffisjoppur, kaffitár og te og kaffi, náttúrulega maður þekkir þetta frá útlöndum og Starbucks er svo sem ekkert skárra. Nei. Þannig sé, þannig að það er bara þitt val að ef þú vilt versla þarna. Já. Sambíóin ekki hagstætt. Er betra að fara í heimbíó? Já, þeir eru með svona alls konar svona aukakostnað sem við leggja á, sko. Digital mynd pluss 100 kall. Já. Eitthvað svona. Já. Og svo BT sem hefur líka oft komið illa út. Já, ég fengi mjög og ég meina þetta náttúrulega eins og ég segi, þetta ekki bara eitthvað út í bláin heldur þetta byggt á... Já, þetta byggt á kvörtunum fjölda lesanda, já, á þessari síðu og ég meina það er kannski... Það er kannski eitthvað gott við þess að búið líka, ég segi það ekki. En það er kannski líka tími til að Íslendingar að neytendur rísi stundum upp til varna á Íslandi og verji sig en eigum ekki líka nefna þá sem eru góðir? Já, nú ekkert svakalega langur listi. Nei, við skulum samt nefna. Það er veitingastaðurinn Santa Maria á Laugavegi, þeir tóku þá ákvörðun að hafa allt á undir 1000 kalli. Já, það er alltaf tróðfullt þar inni. Já. Og Livjaver eins og áður hefur komið fram. Svo einhverju stað út á landi, Dússa bara á Borgarnesi, þeir hafa ekki hækkað síðan 18.7. 08. Já. Tjöruhús á Ísafirði, þeir eru reyndar lokaðar á vetuna. Símabær, það er svona, ef þú vilt fara til einyrkja sem er vel við neytandann. Já. Hraunberg sölutur, þeir eru víst með ódýrt tóbak. Það má ekki auglýsa ódýrt sígarettur, svakalegt. Svo náttúrulega IKEA, þeir stóðu sér mjög vel þegar þeir tóku það fram að þeir myndu ekkert hækka í sínum bæklingi til byrjun september, þeir eru vantarlega að hækka núna. Það er rosalega ódýrt að borða það líka. Já, mjög gott. Og fyrir þá sem eru blákir. Tölvuvirkni, búið í Kópavogi sem hefur komið vel út í samanburði. Einhver fiskibúð Hafberg, ég hef nú ekkert sannreynt þessar niðurstöður. Og svo er það að síðustu bónus sem eru ódýrastir í matnum, en ég sé nú kannski ekki að sé gaman að fara á þangað. Nei. En eins og þá eru þeir skástir og þarf náttúrulega að borða. En það er svo merkilegt sko að til dæmis þessi virðisaukaskattslækkun á matvælum og svoleiðis, hún hvarf bara alveg, þú veist, eitthvað því. Já, og það átti að vera svakalegt neytendur til hagsbóta og var það ekki fyrir að... Jú. Ég held að hafa nú allir verið sammála það að sú aðgerð var nú fyrirfram dæmd til að mislukkast. Eitt af því sem var varað við? Algjörlega galin aðgerð. Alveg fáránleg aðgerð. Og hún fór alveg út í... Ég er náttúrulega samt að byrja með þessa síðu fyrir ári síðan og þá var náttúrulega hvað var ekki, velborgan 4,2%. Dollarinn var 63, evran 88. Þannig að ég... Þú manst tíman að hvenna. Ég er nóg að gera held ég bara næstu... Já, þú ætlar að halda þessu áfram? Já, það ekki. Jú. En náttúrulega evran er núna í 133 og dollarinn í 96, eða ekki? Já, núna, en hvað verður á morgun? Eða hinn? En trúir ekki því þegar Davíð segir að krónan sé bara góð? Já, ég hef ekki heyrt neinar fleiri ástæður fyrir því. Hver ástæður, hvað gæti hugsanlega verið gott við hérna? Á þessi einn daginn 60 og næsta 100 kannski. Ég skil ekki.